sem voru á ferð umhverfis jörðin á 80 dögum, stóðu nú á sölutorkinu í Queenstown ásamt Áotu. Ef við erum ekki komin til Dublin í fyrramálið töpuðu við veðmálinu, sagði herra Fogg. Þau héldu áfram að leita sér að farartæki, en skyndilega komuðu auga á mann sem þau könnuðust vel við. Það var Fix leynilögreglumaður og hann heilsaði þeim einkar vinalega. Hann sagði þeim frá uppfinningamanni sem hefði smíðað bíl og nú vildi hann selja hann. Þau fundu bæði uppfinningamannin og bílinn í gömlum skúr. Bíllinn var gufugnúinn og leit satt að segja alveg stórfurðulega út. En Fogg hóf þegar í stað að semja verðið við viðeiganda og brátt voru þau lögð af stað í bílnum. Passepartout sat undir stýri. Leið þeirra lá Feneyjasvæði og með í förinni var Fix leynilögreglumaður sem sagðist líka þurfa að fara til Dublin. Seint kvöldið komu þau að mannlausum kastala. Þeim fannst hann alveg tilvalinn áningastaður. Það var eitthvað mjög dularfullt við þennan kastala sem virtist hafa staðið mannlaus árum saman. Hér er þá skjól, sagði Fix og fór strax að sofa. Fogg og Passepartout sofnuðu líka strax, en Áota gat ekki sofið fyrir hrotunin í Fix. Hún færði sig því í næsta herbergi. Passepartout vaknaði að leið að miðnætti við kvinin í vindinum. Hann leit í kringum sig og sá að Áota var farin. Hann vakti Fogg þegar í stað. Áota er horfin! Fogg snaraði sér á fætur og þeir Passepartout fóru að leita að henni.